Komdu sæll kæri bogamaður. Í dag er ég að prófa hérna ný spil sem eru talnaspekispil úr þessum skemmtilega stokki hér og ég tek fram hérna við alla, ég er alls ekki talnaspekingur. Ég er bara að skoða og sjá og leika mér hvort ég geti fengið einhver skilaboð til mín fyrir ykkur úr þessum spilum. En annars eru góða leiðbeiningar með spilunum líka. Þú, kæri bogamaður, færð hérna töluna 0. Spilið heitir Huggun og hér stendur að þetta sé spil ástarinnar, Love Card. Munstrið er gert úr hjörtum, mismunandi hjörtum. Og svo er þetta stóra 0 hérna. Eins og við vitum þá táknar 0 eilíðina, hefur engan endi og ekkert upphaf. Og þessi hjörtu. Opið hjarta færir manni huggun og skilning. Það er talað hérna að 0 sé karmísk tala og getur komið inn í líf okkar hvenær sem er. Við getum verið með 0 í númeri á fæðingardeginum okkar eða ef maður reiknar nafnið yfir í tölur sem ef maður kann eitthvað talnaspeki getur maður gert það. Við ætlum ekki að gera það þessu sinni. 0 getur verið í húsnúmerun okkar, til dæmis, fæðingardegi, kennitölu. Getur tengst okkur á svo margan hátt. En hér í þessum spilum vilja þeir líkja 0 við ástina. Af því að ástin hefur líka oft karmískar tengingar sem komin í líf okkar. Okkur að óvörum. 0 hefur engan byrjun og engan endi eins og ég sagði áðan og þetta er svona tala sem að er mikils metin af flestöllum og hér er talað all creatures throughout the world, það er að segja öllum skapningum, ekki bara mannverunni, manneskjunni. Það er verið að hvetja því hérna til að opna hjartað þitt og opna hjartað þitt fyrir ást frá alheiminum, ást frá umhverfið þínu og þú ert beðin að finna fyrir hversu mögnuð ástin getur verið og kærleikurinn. Það er hægt að finna ástina á mörgum stöðum í veröldinni og undir mörgum nöfnum. Það er til rómantísk ást, það er til ást á milli foreldra og barna, það er systkina ást og það er ást á mannkyninu og svo framvegis og svo framvegis. Allt er þetta af sama meiði, það er að segja runnið undan sömu rifjum, segjum að það ekki. Ástin er sögð vera eina sterkustu orkum, kröftum í heimi. Ástin er ódauðleg og hún er líka, hvað segir maður? Þú getur ekki fangað hana. Hún er ekki áþreifanleg. Hún er óáþreifanleg. Og margir segja að ástin sé mystería. Og eitthvað erfitt með að finna íslensku orðin hérna. Leyndardómur, ástin er leyndardómur. Ástin fellur þar sem hún fellur og hún getur verið hinum með hornið. Það er að segja á næsta leiti eða lengra út í framtíðinni. Hvað sem við köllum ástina
getur hún komið inn í líf okkar á hvaða tíma sem er og oftast þegar við hefum síst vonað því. Aðalskilaboðin hérna í þessu spili eru leyfðu ástinni að skína og blómstra í lífiðinu og sjáðu hvert það leiðir þig. Kæri bogamaður, svo mörg voru þau orð. Ég vona að fáir einhverjar leiðbeiningar eða hugdettur út frá þessu spili og hvernig það tengist lífiðinu í dag og því sem þú ert að fást við eða ert að hugsa að fara að fást við. Þá virðist ástin vera svarið. Kæri bogamenn, ég óska ykkur allsins besta, ljós og kærleikur.